Kaupmannahöfn, gamla góða Kaupmannahöfn, það svolítið eins og að vera komin heim. Samt sem áður að þá veit maður aldrei kannski mest spennandi leyndarmálin í hverri borg. Það síðar sem ættir að fara inn á ef maður ætlar til Kaupmannahafnar sem heitir visitcopenhagen.com og þar eru ótrúlega flottar upplýsingar. Nú uppáhaldsstaðirnir mínir í Kaupmannahöfn, fyrir utan alltaf bara Strikið og Tivoli og Nýhöfn og svona þessa staði sem allir Íslendingar fara á, að það er Istedgade og hverfið þar í kring. Og nú hrökkva margir í kút og hugsa bara Istedgade, það ekki eitthvað mellukverfi? Og það var það sko, en núna er þetta svona algjörlega hipp og cool hverfi og gata með fullt af litlum kaffihúsum og búðum og veitingastöðum og algjört æði. Það er til dæmis rosalega skemmtilegt að fara á kaffi-vínil og það er að fá æðislega gott kaffi og vínilplötur. Á Istedgade er rosa skemmtileg búð sem er svona rockabilly búð og heitir Rockahula. Mjög sérstök föt og snyrtivörur og alls konar dót sem tengist auðvitað þessum tíma á. Svo er í Nørrebro-hverfinu, tælenskur staður alveg geggjaður. Hann var valinn besti ódýri veitingastaðurinn í Kaupmannahöfn og tælendingar sem að búa í Kaupen mæla með honum. Hann heitir Thai Ban og er á Koksgade. Nú, fyrir þá sem að vilja kannski fá sig alveg ekta danskan mat eins og jómfrúnni, smørrebrød og flæskesteg og svona, þá er það staður sem heitir Sorgenfri, eða ef við segjum það bara á íslensku, Sorgenfri á Brolegugade. Hann er málið, ofsalega góður og yndisleg stemning þar. Nú, á Strikinu er þetta búðir eins og Urban Outfitters og Hennes & Mauritz og þessa sem við þekkjum. En fyrir þá sem að vilja finna öðruvísi föt, mjög hipp og cool, að þá er það búðin Henrik Vibsko á Krystalgade, Kristallsgötu. Og það eru margir Íslendingar sem þekkja þetta merki en rosalega flott og töff og öðruvísi. Svo er náttúrulega voða gaman að fara út fyrir Strikið bara í næstu götur eins og Lars Björns stræði. Það er fullt af litlum skemmtilegum búðum. Það er nýhönnun og flott notuföt og öðruvísi skóbúðir. Þessar bakgötur sem eru alltaf svo yndislegar og þetta ganga þarna alveg klukkutímur saman og alltaf finna eitthvað nýtt og skemmtilegt. Nú, ef þið farið á þessa síðu, visitcopenhagen.com, þá getið þið líka fundið allt sem er ókeypis og til dæmis alla miðvikudaga bjóða söfnin fólki endurgjaldslaust að koma og heimsækja sig. Og svo er eitt safn sem er alltaf ókeypis, Statens Museum for Kunst og það er alveg geggjað safn, ofboðslega gaman að koma þangað. Þannig að endilega drífið ykkur inn á þessa síðu og drífið ykkur svo með okkur til Kaupen.